Fyrirtækið Sveinbjörg sem staðsett við Njarðarnes 4 á Akureyri hlaut á vordögum atvinnu- og nýsköpunarviðurkenningu frá atvinnumálanefnd Akureyrarbæjar. Fyrirtækið sem ríflega 7 ára gamalt sérhæfir sig í framleiðslu á íslenskum hönnunarvörum en hugmyndasmiðurinn á baku fyrirtækið myndlistakonan Sveinbjörg Hallgrímsdóttir. Þetta hefur gengið vel. Við höfum verið alltaf að bæta við okkur. Stundum hefur vaxið mjög hratt og við höfum reynt að stemma stigu við því að vaxa hóflega hratt. Núna erum við til dæmis í sumar að taka töluvert nýtt inn og það er rosalega spennandi og gaman. Áður en Sveinbjörg fór út í fyrirtækjareksturinn hafði hún starfað sem myndlistakennari og myndlistakoni í 20 ár en verk hennar hafa ratað víða og á til að mynda forseti Finnlands og Svíakonungur verk eftir hana. Nú er það hins vegar fyrirtækjareksturinn sem á hug hennar allan en fyrirtækið með yfir 140 vörunúmer og selur vörur sínar í meir en 30 verslunum innanlands og í 6 löndum erlendis. Til dæmis hægt að kaupa vörurnar í verslun í Hong Kong. Sko í rauninni höfum við verið að selja allan heim þegar við höfum verið að fara á vörusýningar. En við erum mest að zooma á eins og á Noreg, þar sem við erum með umboðsmann sem sér okkur. Og svo erum við að horfa til Englands líka núna og fara að vinna í þeim markaði. En annars seljum við allan heim. En ekki þannig að við þurfum líka að huga því að við eigum lager, að við eigum vöruna, að við getum sinnt eftirspurn og þess vegna megum við ekki fara of vítt af stað. Reynum að sníða okkur stakka til vexti. En aðal markaðurinn okkur og markhópurinn okkur auðvitað Ísland og það mikilvægast og þakklátast kunnahópurinn okkar. En ég sé að þú sækir svolítið innblástur í náttúruna. Hvert ferðu til að ná þér í innblástur? Ég náttúrulega umvafin náttúru, það sem ég býð ég fyrir þið. Og ég hef alltaf verið mikið svona náttúrubarn. Í rauninni fer ég bara að lendur hugans. Þetta eiginlega að fara í smá flæði. Þannig að það er bara að gefa sér næði og tekna og hlusta á umhverfið og horfa kringu sig. Og alltaf nógar hugmyndir að nýjum og nýjum vörum? Já, það er alltaf nóg. Við náttúrulega fylgjumst vel með hvað að ske í kringum okkur, fyrir maður sýningar erlendis og það er eiginlega bara meira frekar að stoppa sig heldur en að maður sé vandræði með að finna nýja leiðir. Vörur fyrirtækisins eru afar fjölbreyttar og eru þær meðal annars unnar í postulín, við, textíl, járn og plexigler, svo fátt eitt sé nefnt. En Sveinbjörg segir að hún hafi frá upphafi hort til skandinavískra hönnunarfyrirtækja og borð við Marimekko við uppbyggingu síns fyrirtækis og hafi því strax boðið upp á breytt vöruúrval. Vinsalasta varan frá upphafi varmabollin en ullarteppin fylgja þar fast á eftir. Alls hefur fyrirtæki sent frá sér 4 línur, garðveisluna, hrafna, kransa og himinbriman. 5. vörulínan á leið í sölu í sumar en hún tengi sjónum. Við erum að koma með töluvert nýtt núna í tauðrykkinu, bæta við þar í sundum og grillhönskum og koma nýmunstur í viskastykkjum og þess þar. Svo erum við að koma með nýja starðast teppum sem eru söguteppi, svo kalluð. Þau verða minni heldur en hinn og eru bómull og ull og við erum líka komið sem mjög spennandi henglaðalínu. Þú hefur verið svolítið í fuglunum og gorðunum en fyrst þessu sér svolítið að færa þig meira yfir í sjóin, jafnvel. Ég sé fiska, stjaka og annað tengt sjónum. Já, fiskurinn hefur alltaf verið á baku en maður bara hefur ekki getað haft of breiða línu. Þannig að nú er komin lag til þess að setja inn fiskilínuna. Hún kemur inn núna og eins mun garðveislan halda áfram að þróast og það er óendanlega möguleika með munstri að breyta og þróa það. En halda alltaf þræðinum samt áfram. En það er mjög spennandi að koma alveg ferskt með fiskana, það er svona önnur vít. Sveinbjörg þakkar velgengni fyrirtækisins ekki síst góðu starfsfólki en 3 starfsmenn eru nú hjá fyrirtækinu, auk hennar sjálfrar en hún er eini hönnuður þess. Segir hún valin mann í hverju rúmi en dóttir hennar, Fjóla Björk Karlsdóttir viðskiptafræðingur, er hennar hægri hönd í rekstrinum. En hvernig að reka hönnunarfyrirtæki á landsbyggðinni sem vinnur með svona breytt efnisval og með framleiðendum víða heim? Það er náttúrulega ekkert verra heldur en í Reykjavík og þetta er bara gert víðum veröld. Það virðist ekki vera neitt mál fyrir Svíi eða Finna eða Norðmenn að reka sín fyrirtæki all land og við getum það líka. En nú eru náttúrulega margir sem eru að fást við hönnun í dag og eru að reyna að koma sér á framfæri. Það hefur náttúrulega klárlega gengið vel hjá þér.
Ertu með einhver góð ráð fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í þessum bransa? Já, ég held að maður þurfi að eiga kapital til þess að fara af stað og hugsa ekki á smátt, hugsa stærra. Það skiptir mestu máli. Ég held að, já, að mæta sterkari til leiks og ekki bara með 1 eða 2 hluti, heldur sjá fyrir sér heildarlínu og mæta sterkar. Hafa val, það sé úrval. En hvernig sérðu fyrirtæki þróast, í hvaða áttu viljið þið fara? Ég hef hort til fyrirtæki eins og Marimekko og sterkar fyrirtæki á Norðurlöndum sem eru í hönnunarbransanum og ég hef átt hugsað af hverju ekki Ísland og ég sé okkur þróast á þá leið að við getum alveg mætt erlendis á sýningar og dreifst Evrópu og jafnvel Ameríku með okkar vöru, þannig ég sé okkur sterkar í framtíðinni. Heimsíði ráð? Ég segi þannig kannski ekki, en allavega að reyna að stækka markaðsvæði okkar.